Ásta, líf þitt sem íbúi í miðborginni hefur breyst töluvert síðustu árin. Já, það hefur náttúrulega allt breyst, skilurðu. Ég myndi segja að allt prívacy væri farið. Þetta er svolítið eins og að búa í stórborg sem maður kannast ekkert við og hefur kannski ekki valið sjálfur. Einmitt. Geturðu nefnt einhver dæmi? Jú, einu sinni þá gat maður setið og borða morgunverð í ró og næði og hort út gluggann, en nú er það liðin tíð. Nú þarf ég alltaf að vera með dregi fyrir. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Hér áður fyrr þá gat maður labba niður Laugaveginn á þess að mæta sál. Það var ekki hræða á göttunum. Nú þarf maður til dæmis alltaf að bíða í biðröðum. Hér áður fyrr gat maður farið í pottana og lent í innihaldsríku spjalli málefni líðandi stundar. Svona, yndislegt. Jæja, þá var þessi blessu ríkisstjórn að fara að svítja okkur eitt ganginn enn. Já, þessir anskotar. Þeir komast upp með hvað sem er. Þú hefur búin að gleyma svo morgun. Það er af sem áður var. Guten Tag. Já. Ég meina í alvöru. Manni líður eins og gesti í eigin landi. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt.